Á hafinu? Já. Og hann búinn að kalla hann Það er stráð. Eru þau að fara? Nei. Í söður? Allir hús eru í söður? Já, góðan daginn, gott fólk. Og það var nú eins og mig grunaði, það er fámennt en afskaplega góð mennt hér hjá okkur í dag. Og það er svona komið ný vídd í starfið, satt að segja, því að ég sé að fátt af, eða nær engin af þeim sem að alltaf mæta á allar Þórbergs samkomur hér í héraðinu, er hér mættur í dag, því að það er nú kannski ástæða fyrir því, það er annars vegar veðurspáin sem var svona leiðinleg fyrir þessa helgi. Og í öðru lagi þá vorum við náttúrulega með stór sýningu hér aðeins fyrir 3 vikum síðan eitthvað svoleiðis. Þegar að Jón Hjartarson kom hér með verkið sitt Sálminn blómið. Stórkostlegt að fá hann hingað og var skemmtileg stund og þá var líka mjög vel mætt. Þannig að við höfum ekki vön að vera með 2 samkomur í mars. En það verða 20 ár síðan að Þórbergssetur tók til starfa, það er að segja 1. júlí 2006. Og við ætlum svona að hafa svolítið meira við þetta árið fyrir bragðið og hluti af því er þessi skemmtilega nálgun sem við erum nú að upplifa hér í dag, það er að segja samstarfið framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu. Og auðvitað hefðum við viljað sjá meira hér á ungu fólki en dagskráin er í streymi og fer inn á námsvef framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu og þar eru 17 nemendur, ef ég fer rétt með, ég segi þetta á skaftfellsku, 17 nemendur. Þannig að þó svo að við séum nú kannski ekki mjög mörg hér í dag, þá munu fleiri njóta þessa dags á öldum ljósvakans sem er svo gott í þessari nýju tækni sem við höfum. Nú, Þórbergssetur hefur svo sem ekki verið að taka miklum breytingum á þessum 20 árum. Aðalsýningin er svo sama og Jón Þórisson setti hér upp í júnímánuði 2006. Og við ætlum að gamni af því hér eru margir sem ekki hafa komið hér áður. Þá ætlum við að hafa eftir dagskrána svona leiðsögn inn á sýninguna og við ætlum að dvelja stund, fyrst heimsækja kýrnar í fjósinu, síðan fara upp á baðstofuloftið og setjast þar aðeins niður og hlusta á sögurnar sem að gjarnan voru sagðar og ljóði sem að Steinþór á Hala kveður. Og svo ætlum við nú eitthvað að reyna að hitta ástina hans Þórbergs úr íslenskum aðli í Bergshúsi. Ég veit ekki alveg hvernig það er, en nemendur framhaldsskólans og í þessu fjarnámi, þeir eru einmitt í skyldulesningu með íslenskan aðal, sem er náttúrulega ein af bókum Þórbergs og kannski sögðu nú margir að Bréf til Láru væri svona tímamótaverk, fyrsta nútímabókin. En það er líka talað orðið í seinni tíð að íslenskur aðall hafi verið mikið tímamótaverk sem skáld og skilgreind nú sem skáldævisaga. Og við ætlum aðeins svona, og þeir sem koma hér í dag, það er hún Una Kjerúlf
hún er verðlaunahafi fyrir hérna ljóðstaf Jóns úr Vör og hún er sem sagt, já, ég þekkti nú ekkert lítið til hana fyrir ég sá þetta bara allt í einu í blöðunum og mér fannst svo skemmtilegt viðtalið við hana þar sem hún var að höfða til unga fólksins. Og það er það sem við erum kannski núna svolítið að gera, það er að fá nýja vídd í starfsemi Þórbergsseturs með því að tengja starfið og verk Þórbergs yfir til unga fólksins í dag. Nú því þekki nú öll Halldórsumræðuna sem kom upp í vetur og þetta svona spratt kannski líka svolítið í framhaldi af því. Og svo er hér Sófónías Torfason, hann ætlar að fjalla íslenskan aðal, fyrrverandi skólameistari og kennari við framhaldsskólann. Og Pétur Gunnarsson, hann treysti sér semst ekki að koma í veðurhamnum í gær, þannig að hann lofast til þess að koma þegar verður stór hátíð í haust hér. Og þannig við vissum ekkert af honum þó að það gerist ekki í dag. Þannig við lengjum nú svona aðeins í dagskráni í dag og svo á morgun þá verður nú kannski ekki hagstætt veður og ekki til ferðalega fram að hádegi. Þannig þá erum við að hugsa fyrir ykkur sem allavega dvelji hér og auðvitað allir velkomnir aðrir að þá verð ég með smá myndasýningu umhverfið hérna í kring tengt textum Þórbergs. Og það er aðalega upp úr Suðursveitabókunum, þannig ég hugsa að það myndi líka henta mjög vel til kennslu, það efni. Og svo sjáum við nú til hvernig tíminn eyðist hjá okkur að öðru leyti. En ég býð ykkur semst hjartalega velkomin og ekki síst hérna, ég sagði ég myndi nú kynna sennilega Grétar, en það er Þorkell Ragnar Grétarsson, gítaristi og Björg Blöndal söngkona. Við höfum alltaf reynt að vera líka með svona önnur listform heldur en bara bókmenntir og verið með yfirleitt á þessum samkomum söngatriði og við vorum svona heppin að fá þetta frábæra tónlistarfólk sem við eigum hérna í héraðinu til þess að vera með okkur hérna í dag. Og þau ætla svona aðeins að lengja í tímanum úr því eitt erindi féll út. Og nú skulum við bara njóta vel, því að þetta á örugglega að vera stórkostlegt, bara gjörið þið svo vel og
meðan vornóttin skín, veit mig þó bundin annarri sín. Stundir sem hníga í haustsins slóð, láta við eyru mér andvöku hljóð. Öðrum en þér flytur vorið í nótt, ilmsinn og ástarljóð. Takk fyrir. Nú ætlum við að færa okkur yfir í haustlagið. Svona, við byrjum á vorinu og þetta lag heitir Haustnóttin og þetta er lag eftir Jóhann Moravec og texti eftir Þórberg. Þú ætlar að búa sig upp á? Já, ekki mikið sko, en við, já, við erum eitthvað, við ætlum að spila þetta lag. Já. Við vorum í svona vissinni að finna lög við texta eftir Þórberg. En Jóhann, yfirmaður okkar, hann laumaði á vísu og hann stakk upp á það nýja og við myndum prófa að spila þetta.
vísan er góð vísa og oft kveðin og góð vísa og oft sofin, en við ætlum að spila Vikivaka eftir Valgeir Guðjónsson sem semur lagið og textinn er eftir Jóhannes K. Sunnan yfir skæin breiða, sumarylinn er vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Gakk þú út í græna lundinn, gáðu fram á bláu sundin, mund og þolir seint hver stundin, stopull jafnvel stundin þitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Allt hið liðna er ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. og ætlum við að taka lag, Sem heitir já, Hversdagsleg spor. Þetta er texti eftir Halldór Laxness og lag eftir Jón Nordal. Hversdagsleg spor var öðru spor með þér, hvert andartak er tafið þú hjá mér, við sólskinsstund og sælu draumur hár, minn sáttmáli við Guð 1000 ár. Hvað
draumanlegt. Það líka hljómar vel söngur hér inni, en svo er þetta náttúrulega bara svo frábært. Þakka ykkur kærlega fyrir í bili. En þá er það hún Una sem ætlar að koma og flytja erindi sitt að breyta fjalli. Að horfa á fjall, já, nú er ég bara ekki með. Já, ég veit að ég er með annað, var með annað sko í huga. Þetta. Stefán Jónsson kom að bara að tróða sér þarna inn. Að horfa á fjall, fyrirgefðu Una mín. Gjörðu svo vel. Fyrir. Það er svona ákveðin vatnaskil þegar maður er beðinn að koma og halda erindi sem á að höfða til unga fólksins og maður fattar að ég er ekki bara að tala við jafnaldra mína. Og líka áðan þegar ég ætlaði að gera rosalega flotta glærusýningu og nota nýtt forrit og það fór allt í klessu og auðvitað á maður ekki að deila svona skakkaföllum en ég fann Anda Þorberg svolítið koma yfir mig þegar ég kom hérna og hann náttúrulega lét bara gammi geisa og var ekkert að fela það sem úrskeiðis fór þannig að þið fáið mánudagsútgáfuna af slætsmyndunum en það kemur svo sem í sam stað. Escape. Svona. Já, yfirskrift erindisins er að horfa á fjall og því ég fór að grúska svolítið í verkum Þórbergs þá fann ég við svo fallegar lýsingar á náttúru og sérstaklega á fjöllum og það sem ég var beðin að höfða svona til unga fólksins eða tala til þeirra þá kannski sérstaklega þeirra sem eru að lesa hann í fyrsta skipti að þá langaði mér svolítið að skoða svona hans sjónarhorn og það kemur svo skemmtilega fram í þessari lýsingu. Þegar ég stóð lítið fífl úti á vestra hlaðinu á Hala sá ég hátt fjall langt í burtu í vestur frá bænum og annað fjall meira en helmingi hærra rétt vestan við það. Svo varð ég stærri og þá hætti þetta að vera fjall. Það var bara hár hóll undir fjallsliðinni og milli hans og hlíðarinnar lá gatan sem var alfaravegur. Þegar ég var búin að læra að stíga niður vegalengdir þá var þessi hóll aðeins 200 faðma frá bænum og 105 faðma langur. En ég fann engin ráð til að vita hvað hann væri hár. Fjallið sem hafði verið rétt vestan undir honum var nú komið næstum klukkutíma gang vestur frá honum. Það var meistarverkið mikla sem kallað var Fellsfjall. Mér fannst þetta svo ótrúlega falleg lýsing og ég fór svona að skoða fletta svona í gegnum sögurnar hans og skoða svona þetta skemmtilega sjónarhorn sem kemur í þessari lýsingu. Og þar eru margar í Suðursveitabókunum lýsingar á fjöllum og svona hvernig hlutföll þeirra og ásýnd breytist eftir því sem að hann stækkar. Og við komum öll með okkar eigin sjónarhorn að lestri þegar við erum að lesa bækur. Og það byggir á fyrir reynslu, skoðunum okkar og skilningi og svo framvegis. Og við höfum líka ákveðið viðhorf til bókana sem við lesum og líka til lesturinn sjálfs. Og þetta andla líka bara almennt við lífið. Viðhorf okkar á mönnum og málefnum mótast eftir því hvaðan við horfum. Og ef við horfum alltaf frá sama eða svipuðum stað þá breytist það sem fyrir augu ber mjög lítið. En ef við leggjum það á okkur, þannig að tilnætt eða að fúsum við frálsum vilja að færa okkur úr stað og sjá
fjöll og fólk frá nýju sjónarhorni, þá eru allar líkur á að lýsing okkar á því sem ber fyrir augu breytist. Og í þessu er Þórbergur algjör snillingur. Já, við uppgötvum nýjar víddir og líka nýjar hliðar á okkur sjálfum og bæði sem einstaklingum og sem hluta af samfélagi og umhverfi. En það er einn hópur sem sker sig úr varðandi hvernig hann sé breytingar og það gerist eins og fyrir galdur á þess að þau færi sig úr stað og það eru börn eins og með tilfelli í þessari lýsingu á sjónarhorni barnsins á Fellsfjalli. Og í augum barnanna þá eru hlutir, þeir eiga það til að breytast bara við minnsta tilefni og tiltölulega stuttum tíma, bara sí svona. Og þessi lýsing lýsir svona skyndilegri afstöðubreytingu og svona umturnuna á fjalli sem að snar minnkar í augum stækkandi barns. En fjall er ekki bara fjall, það er líka sá sem að horfir á það, eiginlega allir sem horfa á það. Og Þórbergur var náttúrulega meistari á ýmsum sviðum, flestir þekkja hann sem mikinn húmorista og mjög færan stílista. Hann hafði einstakt vald á tungumálinu, hann var vel lesinn og kunni vel, það þekkti vel íslenska alþýðumenningu og ræturnar úr umhverfi sínu. Það sem ég tók eftir þegar ég fór að skoða verk hans var einmitt þetta, hvað hann er ótrúlega flinkur í að draga fram ólík sjónarhorn og á svolítið svona, ekkert alltaf svona augljósan hátt, hann getur svolítið falið það fyrir okkur og nær okkur svona með sér inn í söguna og þetta er einhvern veginn svona, maður þarf svolítið að rýna í þetta til þess að koma auga á þetta stundum. Og það er kannski ekki skrítið að maður sem að endurfæddist reglulega, held ég allavega 6 sinnum, hafi gott lag af að sjá hlutina frá ýmsum sjónarhornum. En það sem að mig langaði aðeins að skoða, að það er með þetta sjónarhorn og sagan, ekki sagan bara sem bók, heldur líka bara saga okkar, hvernig sjónarhorn okkar, hvernig við lítum á hlutina, mótar söguna og sagan hefur svo aftur áhrif á sjónarhornið. Og skoða líka svolítið lestur og samkennd í þessu tilliti sem er ekkert endilega eitthvað sem að fólk tengir saman, en þegar betur er að gá þá svona hangir þetta svolítið á sömu spýtunni. Og sjónarhornið í verkum Þórbergs er mjög svona, hann er mjög fyrirferðarmikil persóna, þetta eru fyrstu persónusögur og hann er alltaf rosalega nálægt lesendanum. Sjónarhornið er náttúrulega nú er ég búin að týna punktunum mínum. Já, sjónarhorn náttúrulega í sögum getur verið alls konar. Sögumennirnir geta verið trúverðugir og ótrúverðugir en já, og þetta hefur svolítið áhrif á hvort við tengjum við það sem við verið að segja frá umhverfið og persónuna. En Þórbergur hefur
það er mikið svona vald á stílnum að hann gerir þetta einhvern veginn ótrúlega áreynslulaust þó hann sé að lýsa samfélagi sem að kannski ungi lesendur tengja kannski ekki mikið við og er mjög framandi. Já, hann er mjög, eins og ég sagði, mjög svona miðlægur í persónunni, í frásögninni. Hann er svona main karakter í sínum sögum og þó að hann ýki og svona leyfi ímyndunaraflinu að fara í svona misraunsæðar áttir, að þá er hann einhvern veginn alltaf svo trú sjálfum sér og einlægur að við svona samþykjum að fylgja honum og sjá hlutina með hans augum. Og hann skrifar líka það sem hann þekkir best, sig sjálfan og er mjög hreinskilinn og miskunnarlaus í sinni naflaskoðun. Og varðandi stílinn að þá hann býður okkur svolítið að fara með sér í eiginlega tímavél. Af því að hann er ekki aðeins að fjalla liðna tíma heldur einnig nútíman. Hann nær einhvern veginn að spegla fortíð og nútíð svolítið saman. Þannig að sögumaðurinn Þórbergur er ekki á einu plani í einum tíma, hann er oft á tveimur og jafnvel fleirum. Og þegar hann lýsir hrifnefni sinni og þá er hann leið einhvern veginn ofta að gagnrýna hvað hann er viðkvæmur og vandræðalegur og vitlaus og bara í sömu setningunni þá fáum við svona eins og það eru tveim kastljósum beint að honum. Og þetta tvísægi er eitthvað sem hann gerir mjög vel. Við sjáum sjónarhorn hans sem sögumanns en í för með honum eru alltaf allar útgáfur af honum sjálfum frá ýmsum tímabilum. Þannig að persónan Þórbergur er ekki bara Þórbergur í núinu heldur líka litli drengurinn á Hala og forvitni gónarinn sem að vildi skoða heiminn og ástsjúki unglingurinn. Þeir eru allir einhvern veginn fylgja með í frásögninni. Og hann hefur svona svolítið sjónarhorn barnsins af því að hann er svo mikið barn í hjarta sínu en hann lýsir flóknum hlutum og tilfinningum á svona einlægan hátt og flóknir hlutir fullorðinsheimsins. Já, hann er einhvern veginn svona brjótað og svolítið til merkjar ofta á mjög fyndinn hátt en líka svolítið svona tragískan. En hann er alls ekki barnalegur, síður en svo. Hann býr yfir þeim eiginleika að hafa aldrei einhvern veginn sagt skilið við barnið í sér og hann hefur alltaf haldið tengslum við það og ræktað og það bara er hluti af honum. Og það getur vissulega komið honum í klandur í samskiptum og það kemur oft fyrir í frásögnum hans en þetta getur líka verið skapað svona einhverja íróníu og þannig að frásögnin hún er aldrei einföld eða barnaleg heldur fáum við sem lesendur að horfa á hann sjálfan frá fleiru en einu sjónarhorni. Svo var eitt sem ég tók eftir í einni Suðursveitabókinni þegar hann tala æsku sína að hann er ótrúlega flinkur að tengja saman punkta sem aðrir sjá ekki endilega að hafi einhvern sameiginlegan þráð. Og hann lýsir til dæmis hvernig ákveðin hljóð orða kalla fram myndir. Og það er ákveðin prósenta fólk sem að
býr yfir því sem kallast samskyn. Ekki samkyn, samskyn. Þannig að menn skynja eitthvað eitt, til dæmis hljóð, og á sama tíma kemur fram önnur skynjun, til dæmis litur. Og þegar ég las þessar lýsingar hans á því hvernig hann skynjaði þetta, þá hugsaði ég, hann hefur pottþétt verið með samskyn. Og þetta menn sjá stundum orð í litum og alls konar svoleiðis. Þannig að ég held að þetta geti líka hafa hjálpað honum með bara að ýta undir þetta frjóa ímyndunarafl sem hann bjó yfir. Og þetta líka skapar ákveðin tengsl og sjónarhorn sem að aðrir kannski sjá ekkert endilega. Þannig að, og það getur líka haft það að verkum að öðrum finnst menn vera kannski svolítið skrýtnir eða jafnvel ofvitar. En ég held að það sé mikill kostur að búa yfir þessu, og mér var búið svona, finnst þetta svolítið samskynslegt, ýmislegt sem hann var að lýsa. En mér fannst þetta líka svolítið lýsandi. Þetta úr bók sem Þórbergur þýddi, úr jógafræðum. Og mér finnst einhvern veginn eins og hann hafi tekið þetta kannski svolítið bara líka inn í sín ritstörf. Af því að hann gerir það af svo mikilli nákvæmni og virðingu við bæði sjálfa sig og lesendur, að vera einhvern veginn trúr og að dæma ekki eykina nema af hennar eigin sjónarhæð. Þannig að mér fannst þetta vera eitthvað sem af því að hann náttúrulega aðfylltist jógafræði og guðspeki, var mjög vel að sér í því, þannig að mér finnst þetta vera svolítið lýsandi fyrir hans nálgun. En fór ég yfir eitt? Ástakið? Nei. Já, sagan, eins og við þekkjum hana ekki, þetta kannski við svona seinni tíma kynslóðir sem að hafa ekki sömu tengingu við ræturnar og náttúruna, en það gríðarlega mikilvægt að við þekkjum hana og við vitum úr hvaða umhverfi við komum, og til að þekkja okkur sjálf þá þurfum við að vita eitthvað okkar rætur, úr hvaða samfélagi við erum sprottin. Og það sama hvaða ár eða áratugur unga fólkið alltaf unga fólkið. Og ef bækur eru skrifaðar á vandaðan hátt, og þá getum við fundið samsömun þó að heimurinn sem við búum í líti talsvert öðruvísi út heldur en sögusvið. En já, bækur í rauninni, sérstaklega bækur eins og Þórberg sem að ná að svona leið okkur áfram og sýna okkur hlutina út frá mörgum vinklum. Þær eru algjör dýrgripur og geta hjálpað okkur líka að læra inn á okkur sjálf og sjá okkur sjálf í nýju ljósi. Og við getum líka kynnt okkur söguna og ræturnar með samtali við eldri kynslóðir. Við þurfum ekki að leita langt aftur í tímann. Gömlu dagarnir eru komnir alveg bara fram á þessa öld, skilst mér. Þannig að
það er ekki bara sögur af gömlu dönsum sem að ömmur og afar og frændur og frænkur geta sagt okkur, heldur eitthvað sem er kannski aðeins nær okkur í tíma. Og þannig að, já, að bæði að lesa bækur og tengjast, einhvern veginn reyna að tengjast aftur rótunum og eiga samtal við svona sér eldra fólk, það hjálpar okkur í þessu. Lestur veitir okkur forskot allavega á í nútímanum. Því miður þá hefur lestur farið minnkandi hjá ungu fólki og sennilega í öllum aldurshópum. Þannig að, og svona öll umræða lestur er á frekar neikvæðum nótum og sérstaklega þegar við erum að tala ungt fólk. Það er mikið verið að tala unga fólkið og lesturinn, en það er minna verið að tala, reyna að ná samtali við það. En lesturinn er náttúrulega mjög auðveld og gagnrýnd leið til þess að auka þekkingu og skilning og krefst núvitundar sem að við strögglum svolítið með. Fólk borgar formúur fyrir að komast í slíkt ástand nú til dags, en fyrir ekki svo löngu þá var núvitund bara hluti af daglegu lífi fólks. Fólk gekk bara í skólann, beið í biðröð, horfði út gluggann á bílnum og lét sér leiðast, en datt kannski eitthvað skemmtilegt í hug líka. Þannig að það getur verið áskorun að setjast niður með einhverja skruddu eiga lesana. Man hefur kannski jafnvel verið sett það fyrir, þannig að þetta er kannski ekki eitthvað sem maður hefur valið sér. En það er samt mjög hollt og gott að lesa annað heldur en það sem er bara létt skemmtilegt. Þetta er líka kannski það sem er svolítið erfitt og reynir á. Því að lesa er bara eins og hver önnur íþrótt, krefst æfingar og iðkunar. Ég held að það sé enginn sem kemur út úr grunnskóla sem getur sinnt skriðsund sér til gagns. Við höfum öll lært handtökin og svona, en við náttúrulega byrjuðum upp á bakkanum í einhverjum svolítið kjánalegum handtökum, en svo er þetta æfingin og þannig að því fyrir sem að við svona byrjum að lesa eitthvað sem kannski aðeins reynir á okkur, því auðveldari eigum við með að lesa svona aðeins flóknara og þyngri efni. Þetta, já, það herðir okkur bara. En lestur felur líka í sér afslöppun og það er einn mjög góður kostur við það að lesa, að ég hef aldrei vitað neina foreldra sem amast í barninu sínu fyrir það að vera inn í herbergi og lesa. Þannig að þetta er mjög góð leið til þess að fá að vera í friði, að taka sér bók og kíkja í hana. Það sem að mér finnst vera svolítið skemmtilegt við þennan áfanga sem við verðum að kenna núna er að ég heyrði af því að það væru afi og afabarn sem hefðu skráð sig saman í áfangan, og ég held að það sé einmitt svolítið lykillinn að því að fólk njóti lesturs, að lesa ekki bara í einrúmi, heldur lesa með öðrum. Og ég tala stundum bara fyrir
að húslestrar verði teknir upp aftur. Af því að, það er mjög gott að lesa í einrúmi og bara fá svona rólegheitta stund fyrir sig og fá að vera í friði og þurfa ekki að fara út með ruslið eitthvað því maður að lesa. Enga kröfur gerðar á unglinga sem að liggja upp í rúmi með bók. En líka að lesa upphátt. Það er bara svolítið annar prósess og maður svona skynjar efni svolítið öðruvísi, til dæmis bara lesa fyrir aðra, lesa fyrir börn, lesa fyrir ömmu og afa líka og tala saman það sem verið að lesa. Það svona, það léttir svolítið að vera með öðrum í einhvers konar samlestri. Það getur verið mjög gefandi og líka hjálpar manni að skilja ef við erum að lesa bækur sem eru frá öðrum tíma og tungutaki kannski svolítið framandi fyrir okkur. Þannig að spyrja og ræða það sem verið að lesa. Því að það gerir okkur bara svolítið flinkari og femari bæði í lestri og líka í tjáningu. Og svo náttúrulega tæknin býður upp á marga möguleika. Því sem ég lesa þá á ég líka við að hlusta því að það er ekkert allir sem að hafa möguleika á því að nýta sér bækur. Það er bæði það er líka hægt að hlusta og lesa á sama tíma. Þannig að það eru ýmsar leiðir færar, þannig að það ættu allir að geta nálgast lesefni. Og þegar við lesum að þá höfum við svolítið stjórnina sjálf. Við ráðum hraðanum og ferðinni af því að svona í samfélaginu það er mikil pressa og svolítið mikill hraði og þetta er svolítið, það tökum við svolítið stjórnina. Við getum stoppað, staldra við, flett aftur, lesið aftur, pælt í orðum, spurt ef við erum að lesa með einhverjum og við þurfum svolítið að bara beita eigin hyggjuviti og innsæi til þess að meta hvort að persónur eru trúverðugar og hvort að hvort að orð þeirra og hegðun fara saman, þannig að þetta gefur okkur svona svigrúm til að pæla bæði í persónum og umfjöllunarefni og spegla okkur sjálf. Og það að lesa eykur samkennd. Það eru bara rannsóknir sem sýna það og ef maður pælir í því að þá er það kannski svolítið augljóst. En þegar það er rætt unga lesendur, börn, unglinga og lestur þá er oft vísað í PISA og einhvern árangur þar og talað mikið unga fólkið en það er ekki beðið að koma endilega kannski með lausnir en PISA hefur sýnt líka að samkennd fer minnkandi. Og ef við lesum og höfum tækifæri til þess að spegla okkur í persónum þar og þá fáum við bara sjónarhorn og það eykur víðsýni okkar og skilning, þannig að
Þannig það hlýtur að efla samkennd. Já, samkennd kennd. Við fæðumst sennilega ekki með hana nema við höfum ákveðnar forsendur til þess að rækta hana, en við þurfum að fá þessa speglun. Og að lesa bækur er eitt af þeim tólum sem við höfum. Það er ekki svo langt síðan að lestur var hluti bara af daglegu lífi fólks. Það er það ekki í sama magni í dag, en fólk las bækur og dagblöð en þetta er svolítið farið úr höndunum á okkur sem eitthvað svona físískt sem við getum flett og farið með hver sem er. Við erum komin meira með lesturinn svona inn í kannski stafrænan heim, og þar svona ríkja kannski svolítið önnur lögmál. Þar mætum við svolítið öðrum þáttum. Og unga fólkið það býr við ýmsar áskoranir í daglegu lífi sem eru kannski ekki svona til þess fallnar að ýta undir að mann setjist niður með bók. Það er margt frábært við nútímann og tæknina. Ég ætla ekki að tala það neitt niður. Við höfum það býsna gott, þannig að við búum í bara alveg ágætum heimi, höfum marga möguleika, en það er samt eitthvað sem er að angra okkur, og allt of mörg. Og fólk er í auknum mæli einmana og upplifir sig útundan, og vantar tengingu, og það kannski tilheyrir ekki. Og það að tilheyra er náttúrulega grunnþörf okkar, og ef henni er ekki mætt þá er hætta á að það verði einhvers konar rof í samskiptum milli fólks. Og það, ég held að maður þurfi nú ekki annað en að lesa fréttir til þess að sjá að þetta er eitthvað svona í gangi sem ég held að okkur lítist ekki alveg nógu vel á. Og tæknin sem átti að færa okkur kannski tengsl hefur ekki alveg náð að gera það eins og hún var markaðsett. Facebook átti að tengja fólk, en ég held að hún hafi kannski gert það fyrst, en hún hefur svolítið einhvern veginn sundrað okkur. Og þó við séum mikið í símanum eða tölvunni, að þá eru þau samskipti bara gerólík mannlegum samskiptum svona augliti til auglitis. En tæknin og ruglar svolítið í athyglinni hjá okkur. Það er bara mikil barátta athygli, og algoritmarnir sýna okkur svolítið það sama. Þannig að við svona eigum það á hættu að lokast kannski inn í einhverjum bergmálshellum, og eins og ef við erum bara
jafnvel bara með tónlist, ef við hlustum á Spotify þá býður Spotify okkur upp á meira af því sem við erum að hlusta á. Þannig að þetta svona þynnist og þynnist svolítið út. Þannig að, já, þannig ef við erum ung og að uppgötva heiminn og þetta svolítið umhverfið, að þá svo mikilvægt að hafa eitthvað mótvægi við þessu áreiti og að ýta undir lestur og ýta undir samtal tilfinningar og persónur í bókum og spegla sig í þeim, það held ég að sé svona mjög svona þægileg og auðveld leið fyrir okkur til þess að ná til þeirra sem eru til dæmis á menntaskólaaldri. Og já, en já, ég held að það geti hjálpað okkur við að ná þessari tengingu sem að við erum svolítið einhvern veginn að leita eftir. Og við þurfum einhvern veginn að búa til aðstæður þar sem að við náum að nota góðar bókmenntir eins og bækur Þórbergs sem að svona taka okkur svolítið í ferðalag og tengja okkur svolítið við ræturnar og söguna og tengja okkur líka við það að já, umburðarlyndi, það ekki allir eins og við sjáum hlutina á ólíkan hátt og það er allt í lagi að bera virðingu fyrir því. Og yfirskrift þessa málþings er ég er ekki móderni, ég er maður eins og þau verða á hinni öldinni sem er tíminn sem við erum í hér og nú og þannig að það er alveg sanngjörn spurning að spyrja hvað hefur Þórbergur, maður sem var fæddur fyrir 130 árum síðan, hvað hefur hann að færa okkur í dag? Hvernig, það er kannski ekkert alveg augljóst að við eigum eitthvað sameiginlegt með honum eða hann sé eitthvað líkur unglingum í dag. En hann var sannarlega á undan sinni samtíð. Það er margt sem við sjáum í dag sem var svolítið svipað í hans uppvexti, sérstaklega þegar hann var kannski kominn svona unglingsár og farinn að heiman. Hann var, hann átti, þú veist, við hefum talað að drengir eigi erfitt uppdráttar í skólakerfinu. Hann átti erfitt uppdráttar, tímarnir voru aðrir og það var ekkert öllum fært að fara í skóla. Þetta var ströggl, þannig að okkar erfiðleikar í dag eru kannski aðrir en engu að síður þá var ungt fólk að glíma við þetta líka. Hann var með heilsukvíða, það er stórt vandamál í dag, þannig að við margir geta tengt við það. Hann var blankur, það voru erfiðleikar á húsnæðismarkaði þá líka og enn þetta í dag og mögulega var hann svona með skynjaði heiminn öðruvísi. Þeir sem hafa búið við samskynni, þeir falla undir það flokk að vera skynsegin, að skynjunin er ekki
svona eins og er svona almennt viðurkennt. Menn tengja ólíka hluti saman og sjá hlutina einhvern veginn í öðru ljós en aðrir. Það voru vandræði í ástarlífinu, það er enn í dag. Hann var aktivisti. Það eru margir sem að tengja við það. Hann fékk dóm fyrir ummæli. Hann lét skoðun sínar í ljós. Fékk dóm fyrir að tala illa þjóðhöfðingja annars lands sem var Hitler. Hann var einn af fyrstur Íslendinga til að gagnrýna Hitler og gagnrýna glæpi nasista. Og því var ekki vel tekið, en svo kom í ljós að hann hafði rétt fyrir sér og lét þetta ekki stöðva sig í að gagnrýna það sem honum fannst vera andstætt svona bræðralagi og mannkærleika. Hann var þýðandi, hann var frumkvöðull á ýmsum sviðum, nýjungagerð, var til í að skoða nýja hluti. Hann ykkaði jóga og var jógakennari, hann var alþjóðasinni, en líka með þessa sterku tengingu og taug við uppruna sinn. Þannig að eitt þarf ekki að útiloka annað. Hann var mikið að pósta í blöðin, þannig að hann hefði trúlega verið duglegur á að kommenta í dag, þannig að og pósta skoðunum sínum. Og hann var áhrifavaldur, hann hafði áhrif á ýmsa höfunda sem að tóku hann sér til fyrirmyndar, þó þeir kannski var ekki alltaf alveg að frakkir. Og svo þegar ég fór að skoða bréf til Láru, að þá hugsaði ég, þetta er blogg. Þannig að ég held að þetta format, þetta bréfaformat sem að hann svona eiginlega reið á vaði með og þótti pínu skrítið og svona, menn skildi þetta ekki alveg, að hann hefði bara getað verið prýðisbloggari, og það er örugglega ekki alltaf unga fólkinn sem veit eins og hvað blogg er, því það er eitthvað sem að var í tísku og er eiginlega dottið upp fyrir. Þannig að af þessum stuttalista að dæma, að þá var hann sannarlega maður eins og þeir eru á 21. öldinni, og það er fullt af hlutum sem að ungt fólk og unglingar geta tengt við þennan mann sem að stóð hérna í hlaðinu á Hala fyrir 130 árum síðan. Þannig að hann var, þannig að ég held að sérstaklega bækur svona sem að eru orðnar gamlar og ungt fólk sækir kannski ekki endilega í að lesa svona ótilneitt. Af þeim þá held ég að Þórbergur eigi svona eiginlega mest sammerkt með ung fólk í dag. Af því hann var, hann bara leyfði sér að vera skrítinn og leyfði sér að segja sína skoðun, en samt alltaf einhvern veginn með svona ákveðinni virðingu, ef menn áttu það skilið, og mannkærleika. Þannig að því leyti þá er hann mjög góð fyrirmynd. Ég held að ef hann væri að posta á netinu þá væri hann ekki með dólg, heldur bara til mikillar fyrirmyndar. Og ég held að það sé svo mikilvægt fyrir
ekki bara ungt fólk heldur alla sem að langar að kynna sér bækur frá síðustu öld að byrja á Þórbergi. Ég held að hann sé mjög góður inngangur inn í það að kynna sér lífið eins og það var fyrir nokkuð löngu síðan og kynnast samfélaginu sem að við erum sprottin úr. Og að bera saman lífið þá og nú, þó það sé að mörgu leyti gjörólíkt, að þá eru þessir þættir sem eru svona einhvern veginn sameiginlegir og menn geta fundið einhvern þráð. Ég held að allir geti fundið einhvern þráð milli sín og Þórbergs. Og þannig að, já, mig langar eiginlega bara að hrósa því unga fólki sem að valdi algjörlega ótilneytt að fara að sitja áfanga Þórberg. Það er mjög vel til fundið og vonandi verður framhald á þessu. Ég held að þau séu komið ákveðið forskot á jafnaldra sína. Því ég held að lesa gefur mönnum forskot í dag. Að auka þekkingu sína og víðsýni. En mér langar líka að hvetja þessa framhaldsskólanemendur, og ég veit að nú ekki bara fólk á framhaldsskólaaldur sem er í námskeiðinu, en mér langar að hvetja þess að halda áfram lest Þórberg og líka taka hann sér til fyrirmyndar að því leyti að hann var svo ótrúlega duglegur að skrásetja og skrifa niður alls konar til fullt af bæði dagbókum og bréfum sem hann skrifaði, ekki bara skáldsögur eða ævisögulegar skáldsögur, og að lesa þetta líka, þó svo að það sé ekkert svo sem menn geta að lesa eftir höfund og þurfa ekki að vera að kynna sér hann svo sem bækurnar hans standa alveg sjálfstæðir. En það er svolítið gaman að kynnast þessum manni aðeins betur og að skrifa niður og skrásýta bæði stórar hugsanir og litlar, af því að sko við munum það sem við munum þangað til við munum það ekki, og þá er orðið of seint að ætla að fara að skrásýtja. En það gerir okkur vísni og skilningsríkari, og við þurfum ekkert að vera að skrifa fyrir einhverja aðra, við getum að skrifa fyrir okkur sjálf, en ef við viljum deila þeim með öðrum þá hjálpar það þeim líka kannski að skilja okkur og fá svolítið aðra sýn á fjallið. En já, lengra er það nú ekki. En ég vil bara gefa, hrósa þeim sem eru að lesa Þórberg núna og hvetja þau til þess að hvetja aðra til að skrásýta námskeiðið, það verður haldið aftur. Takk fyrir. Við þakkum Önnu kærlega fyrir hennar erindi og þessa sýn sem að hann kom fram til nútíma. Það eru kannski einhverjum sem að vilja aðeins staldra við og ræða málin. Já, Guðjón. Guðjón heiti ég. Maður lærði svo ótrúlega margt og það er ótrúlega margir sem
komist ekki, veðri klikkaði, það hefur allt verið við þetta námskeið, það hefur bara nýtt stokkað með okkur, við fórum í þeim allt á stuttum tíma, við fengum fólk Guðni bara heilsa ekki að segja það, hann að vera að ferma. Og það fullt af fólki sem tekur við þetta átt að fylgjast með. Og það þetta samspil, lesturinn samvinnuverkefni kynslóða. Og það þetta rof sem hefur orðið, og við sjáum betur það við förum inn í lok fyrir það sem er yngri. Það er svona yngra fólki hérna sem er áhugakendur við námskeiðina, sonur minn og fleiri, gamli nemendur þetta á Hraunabæ, sem að hjálpa mér að búa til svona þætti. Það er ótrúlegt að kenna mér óslega mikið að búa til að þeir verðum að breyta fjarnámi út í að verða svona mónotónísk innræði klæðum í að búa til þætti. Þetta er að reyna, þetta hjálpar okkur í fast að breyta okkar fjarnámi út úr því að vera bara með einstaklega í samtal og við erum að reyna að vinna þetta. Langar að nefna eitt mann, stórvinn minn sem er komin í dag, hann heitir Egill Gunnarsson, hann er að lesa, hann er nefndur í Fjölbrautaskóla í Grábæ, í Strandvegi. Ég var gott klapp. Egill hefur þekkt lengi, foreldrar sem góða vinur mínir. Hann tekur ekki bara mammu sína með, hann er bara einn í námskeiðinu, hann lætur mammu sína að lesa með sér, því ég þekki ekki mamma sína námskeið, hún var alltaf hóvæð. En hún tekur virka þátt og þau eru að spjalla saman. Það er ekki nóg með að Egill virki móður sín í þessu, heldur tvær gáfaðar ömmur sína sem sitja við hliðar. Og þetta er einn skemmtilegast og ég held að Egill muni muna eftir þessari ferðartíð að koma hérna með okkur. Og þetta er mjórir mikilsvísir og vonandi náum að halda þessu úti næstu árin. Við þurfum ekki marga, við eigum allt efni í námskeiðið. Flóki Larsen heitir eitt sem býr með konu síni, kenntur sinni í Cornell og í Bandaríkjunum, sendi gerði Íslands. Hann hefur verið að búið til fyrirlestra fyrir okkur og ég er svona alltaf að meira fyrir þetta sjálfur eins og komið svo margir á halakynnu og þeir eru svo gáðaðir, þannig að ég sagði að ég verði bara að fá bestu fyrirlestra landsins til þess að þeir flytja okkur boðskapinn. Og við fengum eina Karítas Bjarkadóttur sem er mágkona Eyrunarfríðu sem við héldum í bæjarstjórninni. Hún hélt fyrirlestur, erum að fá fleiri fyrirlestra. Hrafnkell Tumi Kolbeinsson ætti frá Vaðbrekku, hann segja okkur frá söfnum sinni, mér langar bara aðeins á bókum Þórbergs. En það er þessi mikilvægi þáttur samspil lestursins og umhverfisins og hvað lesturinn er mikilvægur fyrir okkur öll í dag. Ég byrjaði að lesa upp í Sléttarit áðan og ég hef bara ekki sofið vægar, ég gekk svo góðan útundum. Það var eitthvað við þetta sem var svo gott, þetta var bara deilið sem með ykkur, en takk ykkur öll fyrir að koma. Þetta er kannski fámennt, þetta er rosalega góðmennt og við verðum bara enn stærra og sterkari næst. Takk fyrir. Ég með einu spurningu til þín. Hérna þessi myndbönd sem við erum að gera, verða þau í boði fyrir aðra en hérna þáttakendur námskeiðsins til þess að sjá eða? Já, ég skal senda það öll. Já. Við munum kannski velja brota í besta inn í brota því besta og setjum vefsetursleikinn. Svo fyrir þess að ég held að það var eitthvað skemmtilegt að búa til svolítið og svo þurfum við að búa til eins og bönnir því að prómóefni fyrir næsta. Og þá munum við gera það voru afskaplega skemmtilegt við að þeir fóru Víkingur, startum upp fyrir okkur sem kynntuðu, Víkingur Víkingsson, Breiðholtsrættar, og Davíð Birgisson hérna með líka, það voru nefndur minni í fyrra og hann er ættaður hérna á Vestursýslunni og Mosum sem er hérna rétt við Keldunúpi. Þannig að þeir þekkja þetta, hafa gaman að þessu og þeir hafa hjálpað mér óskaplega við. Ég ekkert geta án þeirra og þeir hafa komið hérna og hafa aðstofað okkur og þeir eru svolítið góðir í að taka okkur. Við tókum við skemmtilegt viðtal fyrir Steinunni Torfadóttur. Hún bjó heima við Þórsbergi á 68-70 að hluta þeir. Bjó þetta í herbygginu frá. Svo erum við komið svo langt að Sigurður Ingvarsson sem býr þarna leikar, svona Ingvarsson Sigurðssonar. Hann býr íbúðir við hliðina og hann er að finna steindagluggan sem var til Nínu Tryggvadóttur sem var vörðinu. Hlutaðum við hér. Þannig að við eigum eftir að skoða það ekki. Já, þannig að það er svona leikinn sem það sér og Víkingur búið einn og ósvöld upp með Þórberg í Vesturbænum. Þessi litli skjöldur sem er þetta fyrir utan blokkinn, hann hefur haft ótrúlega mikið að segja. Og við erum að sjá það að Þórbergur eldist bara rosalega vel. Ég nefndi í Laxnæsumræðinu í fyrra og dregin inn í hana og hafði svona skoðinu og
Íslensku landpóstarnir settum mig austur í hendinu umsókn. 5 vikum seinna var ég búið að ráða mig hingað austur. Og við vorum veltað fyrir okkur í FAS, hvað getum við gert til að efla skólann okkar. Grundvallarstefið í efla skólann okkar, sem hefur allt svona við svona ákveðin vandræðastíða, það er að tengja skólann inn í samfélagið. Í bæði menninguna og náttúruna. Menningin er ríkuleg hér í Suðursveit og víðar. Við erum að reyna að vinna í þetta. Ég reyna núna að fá Egil Helgason til að koma hérna austur og taka fólk og staði hérna upp. Í Þorbjörgum er að tína til eitthvað ánægilegt efni. Og vonandi verður það eitthvað vísina eitthvað meira. En þessi mynd munur komu upp því að við erum náttúrulega mjög áhugaðir mynd og erum bara alveg pínkulítið ánægð með þetta og það þakklátt fólkinu sem hefur setið yfir hjá okkur því að þeir eru svona byrja enda bragar á þessu öllu. Þið eru svona að hjálpa okkur að verða betri og að skilja eitthvað læra. En það sem gegn í þessu námskeiði að fólk þarf ekki að skilja ykkur spurningum. 65% af námskeiðinu leiðardagbók sem þú skilar inn og skrifar, getur fengið leiðbeiningar og mér til aðstæður hefur við Hlíf Gylfadóttir, frænka mín á Vestmannaeyjum, ein tryggja sem ég tekst af allt, staðlaus líka fyrir ég gera. Allir það ekki að Hlíf og við höfum verið að gera þetta, þegar fólk er sendið leiðardagbók og það getur klára námskeið hverja sem og svo er ekki svona 25% lokamat þar sem við spjöllum bækurnar. Við erum ekki að draga fram hjá fólki hvað það kann ekki, heldur hvað það hefur skynjað og hvað það hefur lesið. Þetta er ekki svona þurft staðrættasagt og við erum bara pínkulítið óhrætt við okkur og erum ekkert hrætt í gervigreiningu með okkar fólks. Það er okkar fólk sem við vitum að við fylgjumst Þórbergi eftir í heimi furðu og ævintýra. Þetta samspil lestarins og lesandan með þessi galdur og standgaldur erum við að reyna að býta hér og svo gaman hvernig þú rammaði þennan galdur inn. Fyrst ég var að hvetja unga fólki til þess að lesa Þórberg og til að skrifa, fyrst að þú varst að sækja þarna, þá vil ég hvetja þig líka til þess að sækja og senda inn þessi myndbönd sem að gera og bara gera úr þessu þætti, bara skrifa handrit. Er það ekki? Bara fyrir sjónvarp, bara hugsa stórt. Er það ekki næsta umsókn? Já, það er næsta umsókn og það er gott með Þorbjörgum. Hún hlustar, svo er hún komin stokkinn upp á vagni í næsta samtali og við munum gera þetta Þorbjörg ekki. Það er því það er Þú ert vann að þekkja mig, ég tek aldrei vel í hlutina í byrjun, sko. Ég þarf ekki að slökka þessu. Skráðu þú. Já, gott fólk, þetta var nú aldeilis skemmtileg nálgun og þá er kannski næst að fá meiri söng. Er það ekki það? Sampaði vel upp. Ég kann ekki að loka þessu, þetta kannva, já. Er einhver nær?
Sólin er sest, það er nótt, sefur vært og rótt, þegar því færir mér illt. Gott finnst mér að vera til, litlan kossi ég lauslega stel, lítinn þjóna ég kossin þann tel, og er sefur og sætt mun ég vaki yfir þér, sælla varst ég. Sefur þú nú sætt og rótt, sveipuð í rökkri og yl, hvíldu hjá mér allt er hljótt, himnest er að vera til. Aftur er augun þín skærir, opnast þá verð ég þér nær, vernda þig áfram ég vil, veita þér sælu og hil, öðrum kossi þá aftur ég stel, aðeins þér alla ást mína fel, og að síðustu ást mína segi þér, sælla ást ég. Sefur þú nú sætt og rótt, sveipuð í rökkri og yl, hvíldu hjá mér allt er hljótt, himnest er að vera til. Lítill fugl á löngum teigi, losar blund á mosasæng, heilsar glaður heiðum degi, hristir silfurdagavæng, flýgur upp í himinn heiðið, hefur geislastraum í fang,
frumsamið lag. Þetta er lag fyrir mig sem að heitir Álfavótt. Þetta er já, álfana sem að við trúum nú alltaf á, ég veist sem að Hey
himneska lífsstjarnan heldur hér vörð í helgi og þvær yfir bláloftsins skörum og húsins himneska lífsstjarnan heldur hér vörð í helgi og þvögn yfir bláloftsins skörum og húsins hjörð. Þá er sem sagt næsta erindi. Það er gestaboð hjá aðlinum, Sófónías Torfason. Og nú verður gaman að heyra hvað nálgun það verk fær inn í nútíman hjá Sófóníasi. Gjörðu svo vel, Sófónías. Ágæta samkoma. Ég vil byrja á að þakka fyrir boðið að fá að koma hingað og tala til ykkar og ykkar sem að máli mitt heyrið og sjáið til mín hér í þessari útsendingu. Ég býst við að ástæðan fyrir því að ég var kallaður til hafi verið svo að ég kenndi texta Þórbergs í framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu í áraraðir í misjöfnum mæli og í misjöfnum magni. Við byrjuðum oft á að vera með styttri texta, kafla, ágrip úr ýmsum verkum hans og svo þróaðist þetta nú með árunum og svona kannski og eftir árið 2000 þá vorum við farin að lesa heilu ritverkin og ákváðum að velja það skipulega. Nú, það voru aðalega 4 verk sem urðu fyrir valinu og voru notuð til skiptis ár eftir ár eða með áraskiptum. Það var Ofvitinn, það var Sálmurinn blómið, það var Bréf til Láru og svo Íslenskur aðall sem ég ætla aðeins að fjalla hérna við ykkur á eftir. Íslenskur aðall gekk að sumu leyti ágætlega, ekkert kannski mikið betur en annað, en það var svona sumu leyti auðveldara að koma ýmsu af stað, umræðum og svona, ýmsum álitamálum og vekja umræður í tengslum við textana í aðlinum, en það var vissulega hægt með Bréf til Láru líka. Og allt gekk þetta nú ágætlega, en auðvitað strandaði maður á nokkrum stöðum. Og auðvitað kom hikst á suma hluti þegar farið var að lesa þessar bækur. Við völdum reyndar við völdum að setja þetta inn í áfanga með nemendum á seinni stigum. Nemendur sem voru 18-19 ára voru að yfirleitt síðasti áfangi, skylduáfangi í íslensku. Og það svona, en þetta leiddi til ýmsra vangaveltna og aldrei gerðum við þetta eins. En ég ætla hér svona aðeins að byrja á að stikla á stóru varðandi útgáfuna, þar að segja íslenskan aðal. Bókin er 200 blaðsíður lengd í 29 köflum sem að bera heiti, en þeir eru nú ekki númeraðir, þó ég númeraði nú sumstaðar hérna á eftir svona kannski til þess að flýta fyrir að fletta því upp og finna það í bókinni. Söguefnið er sótt til ársins 1912 að mestu leyti og bókin kom svo út 1938. Og eins og kom ég hér inn á áðan með dagbókina, hann styðst mjög víða við dagbókina
í verkum sínum og þar á meðal í íslensku maðli. Og sumstaðar tekin bara bein atriði úr dagbókinni til þess að heimfæra ákveðna hluti. Samtölin bera að með sér að vera samin síðar. Það er alveg greinilegt og þau eru líka löng, 2, 3, 4 blaðsíður og þau eru auðvitað yngri. Skáldæfisaga, það hefur verið nefnt hér og það er svona þetta vörumerki, ef við getum sagt sem svo, með bókum Þórbergs, það fylgir þeim þetta hugtak skáldæfisaga. Og það var kannski eiginlega til þetta hugtak þegar fólk var að reyna að skilgreina sögurnar hans og aðferðina sem hann notaði við að skrifa ævisögu sína eða þessi brot, minningabrot. Og þannig að já, skáldæfisaga er eitthvað sem að loðir mjög við allt og þegar að fjallaði sögurnar hans Þórbergs. Sá sem segir söguna hér í íslensku maðli, köllum við sögumanninn og hann er fyrsta persóna eins og Una kom inn á áðan. Hann segir frá ég í sögunni og er aðalpersonan og kannski Þórbergur á unga aldri, já, en við höldum þeirri persónu alveg kyrfilega aðgreindri frá höfundinum Þórbergi Þórðarsyni. Það er yfirleitt til mikilla bóta að hugsa sér þetta sem tvennt, í tvennu lagi, þó að þessi alls geta neita því að hann er þarna yfir og allt kring og er erfitt kannski aðgreina stundum á milli. En höfum þetta aðgreint í þessu tilviki. Hann er nefndur Þórbergur eða jafnvel þú þarna rauðhausinn í sögunni og dylst þá engum að það er náttúrulega verið að vísa í Þórberg Þórðarson með einum með öðrum hætti. En þetta er 25 ára tímaspeil sem við þurfum að hafa í huga. Fjarlægðin er svo mikil frá því atburðir eru og frá því þar til sagan er skráð og tíminn veitir tækifæri til að meta efni og flokka og vinna úr því á allan hátt. Svo gerist margt í lífum manns á 25 árum og það er þá enn ein ástæðan fyrir því að við skulum greina á milli Þórbergs og sögumannsins. En í tilefni dagsins þá ætla ég svona aðeins að útlista hvað ég ætla að reyna að gera hérna. Ég ætla að setja mig í þau spor að mér hafi verið boðið í samsæti ásamt ungu fólki og glerskapurinn hafi verið á Hótel Oddeyri. Hótel Oddeyri, þar voru ógleymanleg partí haldin í sögunni og við ætlum að skiknast inn í eitt þeirra, eitt langt partí sem er svona einhvers konar þverskurður af sögunni í heild og það var þessi íslenski aðall sem bauð til veislunar, það er að segja persónur sögunar og atburðarásinn sem við munum fá að sjá í svona sjónhending og fiska úr þar sem við viljum og okkur langar til að skoða betur. Við tiltum okkur á aftasta bekkinn, hábekkinn og við langtum eins og flugur á vegg, fylgjumst með hvað framfer og ég mátti punkta hjá mér svona ýmis samtöl sem urðu á bekknum í kringum mig hjá unga fólkinu sem var með mér og það kom að fá einn atriði hér fram, alls ekki mikið, ég verð að drepa niður á nokkrum stöðum og fara hratt yfir sögu. En við byrjum bara bratt á þessu. Þetta er nú bara bókum stráka að skemmta sér og tala stelpur eins og leikfang, segir ein stúlkan mér við hlið. Já, það er alveg hægt að færa rök fyrir því og svona sjónarmið geta auðveldlega komið upp og ekkert gott með það að segja. Strákarnir á gestabekknum voru ekki alveg sammála, samskiptin geta nú orðið svolítið flókin milli kynjanna, það þarf nú ýmislegt að skoða og malda aðeins í móinn. Nú, við getum haft í huga að samskipti kynjanna hafa verið söguefni alla tíð. En við kannski skoðum frekar hér hvernig hafi verið skrifað tilraunir stráka til að ná sér í stelpur. Og kannski misheppnaðar tilraunir stráka. Og svona bjargar litla stráka, reyna að veiða stelpur. Hvernig hafi það verið gert?
hafði yfirleitt verið mikið skrifað það. Við getum velt því fyrir okkur. Nú svo þá hún, eða elskan mín, sem stundum er nefnd í sögunni, hér í íslenskum aðli fer dálítið mikið rúm í að lýsa samskiptunum eða samskiptaleysinu, uppburðaleysinu sem hann hefur við stúlkuna, hana. Þau bjuggu bæði í Bergshúsi, Skólavörðustíg 10, veturinn 1911-12 og þessu er lýst dálítið vel í byrjun bókarinnar og svo aftur sérstaklega kannski í 25. kaflanum sem heitir Framhjágangan. Þá er svona loka skrefið í þessu bjargarleysi hans undirstrikað. Þá er komið að eiginlega uppgjöf hans við að hitta stúlkuna. Strákarnir á gestabekknum hafa nú skoðun á þessu. Kannski er hann bara ekki tilbúinn til þess að gera neina alvöru úr þessu sambandi og hann vissi ekkert hvað þau ætti að tala eða hvernig hann ætti að koma orðum að hlutunum. Einhverjir strákar segja að þetta er nú ágætt lýsing á strákun sem getur liðið erfiðlega innan stelpur, mikil feimni og vandræðagangur. Og svo er líka áhætta, þær geta hafnað manni. Og svo er pressan, karlinn átti að hafa frumkvæði. Og það er vandlifað. En það var líka fæddur ráðgjafi og það var alveg óþarf að deyja úr ráðaleysi. Því að í hópi alsmannanna þarna á Hótel Oddeyri voru sumir kjarkaðir og einn séráparti, Stefán frá Hvítadal. Hann var held ég með svörin sem að sögumaður beið líklega helst eftir. Því að í 23. kaflanum, Frjóvar nætur, þá liggja þeir saman upp á herbergi, sögumaður og Stefán, og eru að ræða málefnin. Það eru ástamálin og samskipti kynjanna. Sögumaður greinir frá því að það er einhver víbringur í loftinu, milli hans og hennar, og það var komið fram að háttamálum eitt kvöldið 1911-12 og Skólavörðustíg 10 og við heyrum hér Stefán spyrja nánar það hvað hafi verið í gangi. Hvað var að gerast? Og hann segir, varstu aldrei var við að hún titraði þegar þú varst einn með henni? Það var eins og stungið að vera í hníf í hjartað á mér. Kannski var það heldur líkara því sem yfir mig þyrmdi hræðileg opinberun. Ég tók á öllum mínum kröftum til þess að sporna við snögglegum blæbrigðum í rómnum og segi rólegur eftir andartaksþögn eins og ég hefði ekki rennt grun í nein óvænt sannindi. Aldrei sá ég það beinlínis, en eina nótt þegar ég fylgdi henni niður í eldhús í myrkri hafði hún orð á því við mig að fyrra bragði þegar ég var að skilja við hana að hún titraði öll sömur. Og hvað gerir þú þá? Ég gerði ekkert. Ég sagði bara að hún skyldi flýta sér í rúmið til þess að henni hitnaði. Mikið bálfað fífl hefur þá verið. Nú, hvernig þá hef ég verið fífl? Veistu ekki af hverju titringurinn kemur í þær? Kemur hann kannski af því að þær vilja láta mann þukla á sér? Hreytti ég út mér leið og ég bylti mér upp í loft í rúminu í skyndelegu svitakofi. Já, það er óbrigðust merki. Vissir það ekki að titringurinn stafar af því að þær þjást af karlmannsleysi? Nei, það veit Guð, það vissi ég ekki. Hvernig átti ég að vita það? Hvað hélstu að hún meinti með þessu? Ég hélt kannski að hún væri að fá lúnabólgu og flýtti mér frá henni svo hún geti strax farið að hátta. Henni myndi hitta undir sænginni og þá er þið kannski ekkert úr þessu. Þú ert sá mesti orkanfábjáni í kvennamálum sem ég hef nokkur tíminn á ævi minni þekkt. Þó að þú sett mikil gáfumaður og ágætt skáld. Ekki nema það þó. Að halda að kvennmaðurinn væri að fá lúnabólgu. Þú ert engu betri en Tryggvi áður en hann settist á skólabekkin hjá Sveini. Hvað átti ég að gera þarna í kolniðamyrkri? Vildirðu hafa ljós til þess?
þú áttir að taka utan stúlkuna og þrýsti henni upp að þér og segja henni að þú elskaðir hana. Og svo áttir að fara með hana inn í herbergið og setjast á rúmstokkin hjá henni til að byrja með. En ef hún hefði nú brugðist reiði við og hefði hótað að kæra mig fyrir húsbóndanum ef hún hefði verið með svoleiðis uppgerðartildur, þá átti að strjúka hana niður hnakkann. Er það gott? Það stenst enginn kvenmaður. Þá koma þeir alveg sjálfviljugur upp í fangið á manni. Þú getur haft hvaða stelpu sem með því að strjúka hana vel niður hnakkann. Jæja, þessi þykist vera góður. Trúir hann að þetta virki á stelpur? Voru viðbrögð í mínum hópi á bekknum. Þá fórum nú krakkarnir að ræða það sín á milli að það væri nú kannski tilefni til þess að ræða þessi mál aðeins frekar. Þetta væri nú byrjað á stóru máli, samskipti kynjanna þarna. Þarf ekki aðeins að ræða það frekar. Hvað með stöðuna árið 2026? Og það varð upp í samræðu og það var ýmislegt sem var til og ég punktaði bara lítilsháttar hjá mér. Með þetta með virðingu í samböndum, mikilvægt að sýna það, hvað má og hvað má ekki. Og það eru allir mörk þegar kemur að samskiptum og já þýðir já og nei er nei. Svo var talað markaleysi sem einhverju sögðu væri vaxandi, sérstaklega hjá ungum karlmönnum þegar kemur á nánum samskiptum. Við þökkuðum bara aðalsmönnunum mjög vel fyrir að koma inn á þessi mál. Það er innri barátt á líðan í sögunni, það fer ekki fram hjá okkur og undir lok annars kafla sem heitir Í ystu myrkrum, þar skráð eftirfarandi. Ég dróst ekki heim í reisi mitt fyrir seint á næturnar eða með morgunum undir fótaferðatíma. Háttaði, lekandi máttlaus, úttaugaður. Dottaði aðeins stuttastund. Dreymdi kvenn varga með óhreinar hugsanir. Rauk þá á fætur og hóf flóttamarsinn. Þar sem fyrir var fráhorfið, hýttur af sporðrekum heimsblekkingarinnar úr einu sýndarathvarfinu í annað. Og eins og hér við komum fram, dagbókinu var trúa fyrir þessu. Áfram segir, sálarástand mitt voðalegt. Engin friður, eilíf kvöl, vonleysi og voði. Ég stend upp í ráðþrota og örmagna og líkam á sál. Þetta úr dagbókinni frá 1912 og sem sagt tilgreint þarna í þessum sama kafla. Svo berst talið af sjálfsmynd og flótta, forðun og frestun í framhaldi af öllu þessu. Já, ekki hefur sögumanni liðið vel á þessum tíma og sjálfsmynd hans ekki sterk og svo hann eins og sé á flótta frá öllu, ekki bara frá stelpunni sem hann ætlaði að heimsækja þarna á Ströndum. Maður ætla nú ofta að gera góða hluti en gengur hægt að koma sér að verki. Ég sjálf allt of mikið í því að fresta hlutunum. Ég hef nú stundum leitað að góðri afsökum fyrir að forðast að gera eitthvað sem mér finnst leiðinlegt eða erfitt. Og það sko greinilegt að þessir aðalsmenn eru bestir í að koma sér hjá því að gera hlutina og standa við sitt. Það skuldaði til dæmis mörgum peninga. Þetta eru svona viðbröðin sem við máttum heyra í þessu. Það eru sveiflur fram og aftur og upp og niður. Lundarfarið, það ekki stöðugt. Bara með því að skoða kaflaheit í bókarinnar, þá sjáum við hvernig þetta sveiflast. Það upphafningin mikla og svo kemur Í ystu myrkrum. Lýríski dagar fyrir dauðans dyrum. Og svo koma í röð rómantískir tímar, dauðir dagar, frjóar nætur. Þetta eru sveiflur og það ágætt að hafa þetta í huga þegar við förum í gegnum bókina og það hvergi sparað að lýsa þessu. Þetta tengir okkur við það sem kallað nýrómantík. Nýrómantík í listum, bókmenntum. Hún sveifur yfir vötnunum þarna á Oddeyrynni og hún tengist mörg af því sem að nemendur eru látnir skoða, sérstaklega af fyrirhluta 20. aldarinnar og skoða ýmsa hluti. Þetta birtist í efnisvali, orðanotkun, hugmyndaheimum og sýn skálda á lífið á fyrstu áratugum 20. aldar. Það eru þessar sveiflur.
Það er þetta að láta allt vaða og þora að láta tilfinningar sínar í ljós og annað því um líf. Í 15. kafla bókarinnar sem heitir Sveinn Jónsson, þá er sagt frá þessu unga skáldi sem er nemandi í menntaskólanum og eitt af skólaskáldunum. Hann var í vinnu á Akureyri þetta sumar, einn af aðlinum. Og hér er að finna lýsingu á því sem oft er vitnað til sem einn af skýrustu myndar af því sem einkenndi rómantísk skáld á þessum tíma. Eitur meira eitur, vil ég dansa á heitur, er yfirskriftin. Það væri sannarlega rangt mat á samtíð Sveins að brennimerkja hann einan með því sálarástandi sem setti meginsvipinn á kveðskap hans. Það var einmitt lífstónn þessara tíma, að ungir menn gengju með sundur flakandi hjarta af ólæknandi heimsrigð. Þeir áttu ekki að koma auga á neinn skynsamlegan tilgang í lífinu. Þeir áttu ekki að finna neina huggun í andstreyminu og umfram allt áttu þeir ekki að hafa neina von við afkomu dauðans. Ef hinn óskiljanlegi Táradalur lagði þeim ekki nægilegan forða af hryggðarefnum upp í hendurnar, tóku þeir hreinlega til sinna ráða og skópu sér sjálfur heilan heim fullan af ósigrandi þjáningum. Það var fallegt að þjást. Það var fínna að ganga með samanbitin heimshryggðar svip á andlitinu en að gapa af lífsgleði. Hryggð og bölsýni báru vitni um djúpt sálarlíf, miklar gáfur, umhyggju fyrir velferð mannanna. Og það var svipun nautn í þjáningunni og að standa yfir moldum framliðins vinar síns sem maður var sannfærður að lifði ekki eftir dauðan, skildi aðeins eftir nokkrar hugljúfar minningar á ljósastiku heimilisins. Þá heyrir maður sagt þarna einhvers staðar á bekknum, já þennan texta rámar mig í. Kennarinn okkar í framhaldsskóla las þetta ábyggilega upphátt fyrir okkur og útskýrði hvernig við getum betur áttað okkur á nýrómantískum einkennum á skáldskap, bara að muna að hafa þessa lýsingu hugfasta. Já, var þetta úr íslenskum aðli? Já, búin að stenglima því. Síðan það ferðalögin. Sum ferðalög eru fréttnæmari en önnur og það er líka þannig í íslenskum aðli. Og það er ferðast í flestum sögum, hvar sem er á jörðinni, eða hvaða saga kemur í hugan þar sem allt stendur kyrrt. Það er þá helst á leiksviði, þar sem er verið að sýna okkur eitthvað brot á mannlífinu. En sum af ferðalögum aðalsmannanna eru eftirminnilegri en önnur og þau geta orðið okkur til skoðunar. En ferðamátarnir voru ekki svo fjölbreyttir. Það er fyrst og fremst gengið og það er þessi lengsta ganga hans frá Norðurfjarðarströndum og í bæinn til Reykjavíkur. Hún er svona kannski þekktust. Svo er farið á hestbaki. Skógartúrun er þar kannski eftirminnilegastur. Og svo er siglt. Það er siglt fyrir Norðurlandi aðalega. Reyndar í Borgarnes líka vorið þegar hann fór norður og það er stundum í brælu. Og menn komast svona í hann krappan eða það gerist ýmislegt. Og í þessum sambandi getur verið ágætt að rifja upp ferðalög. Og ferðalög getur orðið okkur skoðunarefni og það hefur komið ljós á gestabekknum leið og það var farið að velta þessum hlutu. Já, ég ætti að rifja upp ferðalag sem ég fór í síðasta sumar. Best að ég skrái ferðasöguna. En hvar ætti maður að byrja? Eða hvernig á að lýsa ferðalagi ef ég hef verið í skipi og drullu sjóvik allan tíman. Það er nú kannski ekki sögulegt. Eða hvað? Og svo ef ég ætti að telja upp alla möguleika til ferðalaga. Og það er nútíminn. Á bíl og hjóli og fjórhjóli og allt þetta. Nema hann segir hérna, hef nú aldrei ferðast á hestbaki. Bara rétt prófað að fara á hestbak. Þannig að þetta eru breytti tímar. En þetta gefur tilefni til þess að skoða þessa þætti. Söngur og kveðskapur vakti athygli einhverra og það má kannski aðeins rifja það upp og það er víða talað um ljóð og kveðskap í íslenskum aðli og það er farið með kveðskap yngri og eldri skálda. Og sagan hefst náttúrulega á þessari frægu sviðsmynd þegar hann er staddur á Skólavörðustíg við Símastaur og þar verður til kvæðið Nótt sem hann rauk svo inn og skrifaði hjá sér og hélt svo áfram að yrkja þegar að fyrsta erindið var komið og hann er auðvitað hreykinn af kvæðinu og fékk að birt í Ísafold þarna vorið.
Og þetta kannski var til þess að einhverjir fóru að skoða þessa hluti og einhver punktaði hjá sér 18 skipti þar sem sungið er í íslensku maðli. Oftast er það sögumaðurinn sjálfur sem segist raula, söngla eða syngja. En það er nú ekki mikið minnst á söng í veislum eða mannamótum, þannig að þetta er ekki svona glaumur og gleði í gleðskapnum að syngja. Heldur er þetta sögumaður, hann er ýmist einn eða í félagsskap með einhverjum fáum og segir frá því að hann sé að raula hitt og þetta. Og stundum eru nefnd fleiri sönglög samtímis, Öxar við ána og Táp og fjör og frískir menn. En það skráði ég bara sem eitt tilvik, segir hérna, og ég er vissum að ég hef mistað af einhverjum tilvikum. Já, skráði hann þetta í dagbókina. Átti hann sín uppáhaldslög eins og ég er með minn spilunarlista í dag. Þannig að það er þetta að sjá svona ýmsar tengingar á milli ólíkra tíma og hérna spilunarlistin hefur kannski var hann til í dagbókinni, ég veit það ekki, ég hef ekki skoðað það. Svo eru það eftirminnilegar persónur. Mannlýsingarnar fá mikið pláss í íslensku maðli. Í efnisyfirlitunum sjálfu eru bara 6 kaflar þar sem bera heiti karlpersónum og þær fá ítarlega umfjöllun og í nokkrum öðrum köflum eru fleiri karlar sem fá til viðbótar sem fá sínar lýsingar. Kannski erum við komin vel yfir tuginn af körlum þegar við erum uppi staðið. Já, þessar lýsingar á körlum eru langar og þreytandi, heyrir maður sagt. Ég sóna nú bara út þegar bætist einn kallinn í viðbót, segir annar. Já, mannlýsingar hafa greinilega verið sérstakt áhugamál Þórbergs. Það sést vel í þessari bók. Þeir eru nú ekki miklar hetjur þessi kallar, sumir bara unglingsstrákar eins og þessi Sveinn og aðrir hálfgerðir furðufuglar eins og Sólon í Slungaríki og Stefán á Steinstöðum. Já, við punktuðum bara niður fáein atriði. Líklega er þetta bara meiri alþýðuhetjur og kundarshetjur, ekki hefðbundnar sagnahetjur eins og í Íslendingasögunum. Og svo heyrir maður sagt, kannski er þetta bara einhvers konar andhetjur. Erfiðleikar leystust ekki í lífi þeirra og þessar hetjur vinna engin sérstök fræðarverk. Og svo er líka spurt, hvar eru kvenhetjurnar? Eru þær engar? Svo er umræðan mál og stíl og þá verður maður að taka taka mið af því hvað ungir lesendur segja og hvað þeim finnst. Frásagnarmátinn er sérstakur, orðatiltekin eru mörg, fjarlægðin okkar frá tíma sögunar eru 100 ár plús. Það eru margorðalýsingar, það eru ýmsar málalengingar og það eru ólíka áhugamál nú og þá. Já. Það eru mismunandi háir þröskuldar fyrir nútíma lesenda inn í söguefnið. Vissulega. En við getum skoðað ýmsa þætti og eitt hlutverk þeirra var að velta fyrir sér hvað eftirtektarvert heyri ég, hvað heyri ég og sé svona sem að ég geta punktað hjá mér. Þetta er bara örfá dæmi. Einum fannst Trolltuðra mjög sniðugt yfir stúlku, Ólöfur stúlka. Og þau skrifuðu mikið fleiri eftirminnileg orð. Svo voru nokkur orðatiltæki sem þau skrifuðu hjá sér. Öll persóna hans verkaði eins og hún væri margþvæld í hretviðrum mikillar veraldarreynslu. Þetta var Jón Strandfjeld. Og annað var, ég var að smá dreipa á brennivínsflöskunni til þess að knýja fram í mér mótstöðuafl gegn hamarshöggum þessara hinstu stunda. Já, ekki hefur hún liðið vel hana. Hana var hún á hestbaki. Þessi endurminning var svo einkennilega þokukennd að hún líktist fremur slitri úr illa dreymdum draumi eða daufri endurminningar skímu úr fyrra jarðlífi heldur en upprifin frá vöku þessa lífs. Og þarna er hann að villast á þessari frægu göngu sinni úr Norðurlandi áleiðis til Reykjavíkur og komin upp á hálsinn á milli Skorradals og Hvalfjarðar og eins og eftirminnilegt var, sneri við á miðri leið og enda á hann í Skorradal aftur.
snarviltur. Jæja, hvað stendur nú upp úr þegar fer að nálgast lokin á þessu öllu? Hvað var eftirminnilegast? Við þurfum að taka eftir einhverju sem við viljum setja svona efst og fremst og segja, já þetta flokka ég sem svona mitt uppáhalds, eða setja í efsta sæti. Og það komu margar uppástungur. Einhver sagði, mér fannst 27. kaflinn. Ég þrái algleymi, mér fannst hann bestur. Þegar þar er komið undir lok, eins og við sjáum, 27 af 29 köflum, sögumaðurinn nýkominn gangandi til Reykjavíkur, staurblankur, og kemst að því annað koffortið er týnt sem hann sendi í skipið að norðan með Tryggva Sörfuði. Og við viljum fá aðeins betri rökstuðning. Hvað er það fleira í 27. kaflanum sem er svona eftirtektarvert? Kaflinn er stuttur og knappur, hann er bara rúma 3 blaðsíður og nánast eins og stuttmynd. Allt mjög myndrænt. Lesandinn sér á eftir sögumanni ganga vestur í bæ að kvöldi. Það er eins og myndavél svona sé á eftir honum. Við sjáum á bak hans þar sem hann gengur. Hann hittir mann, það er Tryggvi Sörfuður, en hann er ekkert nafngreindur. Við erum samt látum þekkja hann, strax að samræðum þeirra á milli og við vitum að þetta er Tryggvi. Hann er ekkert kynntur til sögunar. Það þarf ekki. Myndin segir það sem segja þarf, af því að við erum látin fylgja sögumanni. Það sem að Tryggvi situr á steini, í mestu vandræðum eiginlega, sem við eigum eftir að fá að kynnast. Kaflinn er byggður upp á samtölum, þannig að það þarf ekki að skrifa þau einu sinni inn í myndina. Sögumaður kemst af því að koffortið er týnt og þar með helmingur af aleigunni. Og viðkvæði hans var nú þetta, það gerir annars ekkert til með koffortstjöfulinn. Slæris upp í kæruleysi, en það eru ástamálin. Þau ber á góma þarna enn einu sinni. En það er hugur í sögumanni þetta kvöld. Nú er hann ekki niður dreginn og hann er ekki að bíða eftir ráðum. Tökum eftir því. Nú skulum við hlusta á hann. Tryggva leiðist lífið og hann er í ástarsorg og þráir algleymi. Sögumaður tekur sér þó til og upphefur eldsnarpar ræður mislukkuð ástarævintýri. Og eftir að hafa talað í sig enn meiri hita kemur að því að sögumaður gefur Tryggva félaga sínum góð ráð. Er orgel í húsinu sem þú býrð í? Já, það er orgelfréttur til á neðri hæðinni. Máttu spila á það? Já, hvenær sem mig langar til. Þá áttu að auglýsa tilsögn í orgelspili. Þú getur líka látið það berast út bæinn að þú takir að þér að yrkja eftirmæli. Það væri kannski ennþá betra. Þú veist að kvenmenn eru voðalegar grátskjóður og þær eru ákaflega móttækjalegar fyrir líkamlega huggun þegar ættingjar þeirra eða vinir deyja. Og svo átt að strjúka þar niður nakkan ef sorgin og venjulegar handayfirlækningar duga ekki til að beygja þær. Strjúka þar niður nakkan. Verða þær kannski eftirgefanlegri við það? Það er sagt að maður geti unnið allt kvenfólk með því að strjúka það niður nakkan. Við þökkum aðilinn fyrir góða skemmtun. Þetta voru svona nokkrir punktar sem kom í hugan þegar ég fór að rifja þetta upp og velta fyrir mér sögunni enn einu sinni. Og er þá ekki allt sagt, alls ekki. Það er ýmislegt. Það margt að taka út úr þessu öllu saman. En ég féllst á það að koma hér aðeins inn á bréf til Láru í þessu sem ég ætla að segja hér. Og það er óléttur sagan, eða þegar ég varð óléttur, eins og hún heitir í mörgum útgáfum, lestrarbókum og safnritum, þá hefur hún verið gengið undir nafninu þegar ég varð óléttur. Hún er mikið stytt hér, ég ætla að hlaupa svona á aðalatriðunum og þetta er svona einhvers konar, já þegar Þorbjörg fór að ræða þetta við mig þá myndi hún mig á þetta, ég hef einhvern tímann í Hrollaugstöðum fjallað óléttarsöguna
Ég fór nú að rifja þetta upp og fann eitthvað hjá mér sem ég hafði notast við á þeim tíma í Hrollaugstöðum í maí 2003. Þetta mun hafa verið á uppstigningardag 29. maí, Þorbjörg, ef maður rétt. Og þá var komin svo mikill hugur í fólk hér slóður og Þorbjörg og Fjölni fremst í flokki með Þórbergssetur. Já, ég held það nefnilega. Þetta var tilengað þessu, þetta var svona bara stóra upphafið að Þórbergssetrinu öllu saman og það sem að ég svona ætla aðeins að koma að þessu hérna í lokin með óléttusöguna. Stundum þarf eitthvað sérstakt að koma til og hreyfa við okkur í hversdagslífinu til að við endurmetum stöðuna. Við könnumst við atvik eins og að einhver hafi staðið við dauðans dyr í bókstaflegum skilningi og það hafi breytt sýn viðkomandi á lífið sjálft upp frá þeim degi. Aðrir þekkja hafa átt við erfiðan sjúkdóm að glíma og staðið þá fyrst fram fyrir því að hugleiða hvers virði góð heilsa er. Kafli 23 í bréfi til Láru, hann hefst á þessum orðum: Í vitund minni er ekki mikill munur á hugmynd og ytri reynslu. Svo lýsir Þórbergur því hversu mismunandi næm við erum fyrir því sem á dag okkar drífur ævina. Og niðurstaða hans á þessa leið: En ef voldugt ímyndunarafl eða sterkar andlegar hreyfingar standa að baki næmleikanum, getur þessi dýrmæta gáfa orsakað veikleika, líkamlega bilun eða hysteri. Ég var langt fyrir innan fermingu þegar ég gerði mína fyrstu uppgötvun í lífeðlisfræði. Hún var voðaleg. Það var einn fagran sumardag á Túnárslætti. Ég var að smala ánum í brekkunum fyrir innan bæinn. Þá datt svo samfæring yfir mig eins og þruma úr heiðskíru lofti að ég væri orðinn óléttur. Ég fór að rannsaka mig. Ég þreifaði, kreisti og þuklaði. Ég fann öll einkenni þess að þetta væri ekki nein ímyndun. Ég þorði ekki að nefna þessa svívirðingu við nokkurn mann. Því óbærilegar eru þjáningar mínar. Ég tærðist upp af andstyggð og skelfingu. Ég reyndi að íhuga þetta ástand mitt í einrúmi. Ég skaust til að lesa lækningabók Jónasens þegar enginn var nærri. Sárast sveið mér skömmin sem ég hlyti af þessari svívirðingu. Ég yrði allstaðar hafður að há og spotti. Ég þyrði ekki að líta framan í nokkurn mann, ekki að koma út fyrir húsins dyr. Þegar ég komst höndum undir fór ég einförum og rannsakaði ástand mitt gaumgæfilega. Ég fann að þunginn fór dagvaxandi. Mér fannst hann stundum jafnvel sprikla innan í mér. En hvernig í ósköpunum gat staðið á þessu? Með eitthvað hætti gat þessi ófögnuðu komist inn í mig. Lengi vel fann ég enga orsök. Þá datt mér í hug saga sem ég hefði heyrt stúlku norður í Eyjafirði. Hún hafði orðið þunguð af trekk í baðstofunni. Hún fæddi meybarn. Það var skýrt Guðrún Trekkvindsdóttir. Þessi orsök fannst mér geta átt vel við mig. Ég hafði oft göslast út í fáklæddur í hvassviðrum veturinn og nú minntist ég þess að mamma hafði oft varað mig við að láta mér verða kalt á kviðnum. Eitthvað var þó í þessu sem ég gat aldrei skilið. Seint og síðar meir áræddi ég að flýja með þetta vandamál til gamallar konu á næsta bæ. Hún var hálærð að því mér fannst. Hún hafði lengi verið yfirsetukona og tekið á móti fjölda barna. Ég hitti kerlingu út í hlaðvarpa. Ég kasta á hana kveðju og segi í heilari einfeldni: Hvernig er það, Oddný? Geta konur orðið óléttar af vindsú? Kerling skellir hló á fáfræði minni. Þessar og þvílíkar hugrenningar settust engum að mér í einrúmi. Á nóttunni undu þær sig utan mig eins og smugálar, læstu sig í gegnum sál mína eins og grimmar ófreskjur. Ég stríddi á móti þeim af öllu afli. En þeim jókst kyngið við hverja mótspyrnu. Margar nætur kom mér ekki dúr á auga. Oft keyrðu kvalir mínar svo úr hófi að ég settist upp í rúminu, reri lífróður og þuldi bænir mínar í belg og beðu.
Ég fann að óðum dró að endalokum þessara stórt tíðinda. Ég var orðin óskemmtilega framsettur. Kviðurinn var orðin harður eins og sementsteypa. Ég var orðin þungur á fæti og dauðans heilsulaus. Eina nótt í ágústmánuði svaf ég venju fremur lítið. Lágnættið sat ég uppi, reri og þöldi bænir mínar. Rétt eftir sólris rann mér loks í brjóst. Ég svaf draumlaust til dagmála. Þegar ég vaknaði, skein sólin inn um gluggann yfir rúminu mínu. Ég var aleinn í baðstofunni. Allt heimilisfólki var úti við heifinu. Hvers vegna var ég ekki vakinn? Drottinn minn, var nú allt uppkomið. Átti nú að fara að hlífa mér við erfiðisvinnu. Ég rík upp úr rúminu og þríf hárbeitta brettu sem var stungið undir sperru í baðstofunni. Ég bregð egginu á nöglina. En hvað ég léttur á mér? Ég þukla á kreisti. Það gerði ég alltaf þegar ég komst höndum undir. En nú brá einkennilega við. Ég var andskotan ekkert neitt framsettur. Kveður hann linur og slæftur eins og í slægðum þorski. Hvernig stendur á þessu? Ég gríp spegilinn af veggnum og spegla mig í bak og fyrir. Og ég sannfærðist að ekkert væri að mér. Ég réð mér ekki fyrir gleði. Ég sting brettinu undir sperruna, klæði mig í snatri og þýt út. En hvað ég var léttur á mér. Það var engu líkar en hnullungsbjargi hefði verið velt úr kviðarhólun á mér. En hvað kom til? Það mér hulin ráðgáta, en það dag í dag. Þetta var frásögn Þórbergs í búningi sem honum fannst hæfa efninu. Í stystu máli var hér sagt frá ungum strák sem hafði átt í mikilli sálarangist og áræddi ekki að tala um það sem bærðist með honum. Það var ekki svo að sjá að nokkru í fjölskyldunni hefði heldur átt að sjá því að drengurinn var vansæll og vakti nætur. Hann var einn í þessum heimi ímyndunar sinnar. Við heyrðum að lausnin frá þessum ósköpum birtist að morgni þegar drengurinn vaknaði og sólin skein inn um gluggann yfir rúminu hans. Við skulum ganga út frá því að þegar Þórbergur skráði söguna hafi hann virt liðna atburði fyrir sér í ljósbroti tímans sem fulltíða maður. Tímaspegillinn. Kannski ekki ólíkt fjarlæðinni sem hann hafði á atburðina sem að urðu síðar kveikjunni að íslenskum aðli. Lýsing á löngum liðnum andvökkustundum með tilheyrandi kvíða og angist lifnar við í huga lesandana. Við horfum upp á vaxandi mólleysi drengsins og mannlíðan sem snertir okkur öll á einhvern hátt. Höfundurinn gefur okkur magnaða innsýn í ömurlegar andvökkunætur og hann veitir okkur hlutdeild í því hvernig kvíði og skelfing getur grafið sig, jafn með alveg óviðbúið og vafningalaust. Við ráðum ekkert við. Höfundurinn sá skoplegu hliðina á óléttunni og dró hvergi undan í að finna réttu lýsingarorðin sem undirstrikuðu ógæfuna sem blasti við þegar kæmi að því að verða léttari. Þetta var sannarlega grábölvað ástand og það má brosa af því þegar allt garð gengið. Það viss lækningamátur fólginn í því að sjá erfiðu hlutina og vandræðagang hversdagsins úr fjarlægð og frá nýju sjónarhorni og í ljósbroti tímans. Þá getur verið mikil lausn að geta gert grín að öllu saman og hlegið með öðrum. Því verður slegið föstu hér og nú að það geti virkað vel sem hvíld í depurð og létt á hörðum kvíðahnút að lesa óléttusöguna hans Þórbergs og velta fyrir sér efninu. Unglingar hafa eflaust á öllum tímum átt erfitt með að þroska, móta og finna sjálfsmynd sína og finna til nægilegs sjálfsöryggis í amstri dagsins. Andleg líðan ungs fólks virðist heldur ekki vera upp á það besta á okkar tímum. Kannski var hún það heldur ekki fyrir meir. Við vitum það bara ekki. Við vitum ekki hvernig ungu fólki leið áður fyrr. Fullorðnir einstaklingar, fólk á öllum aldri, gengur sömuleiðis með böggum hildar
og aldrei virðist vera nægilegt framboð af stuðnings- og meðferðarúrræðum fyrir þau okkar sem þurfa á sálrænum stuðningi að halda. Með lestri góðra bóka má sjá að mannfólkið á við svipaðan vanda að etja á öllum tímum. Við höfum ekki mikið breyst og viðbrögð okkar við fjölbreyttum og stundum flóknum aðstæðum í dag, þau eru rauninni í grunninn þau sömu og hjá forfeðrum okkar. Við búum við allskyns tækni undur og þægindi, samt leggjum við andvaka með þunga og sál og líkama. Og við göngum jafnvel svo langt að kenna nútíma trekkvindum sem fylgja sumum af þessum græjum að hafa lauma þessum þunga undir beltið okkar. Þann 20. mars í gær sagði almanakið að væri jafndægri og vori. Sólarhringurinn skiptist þau tímamót til helminga í dag og nótt. Himintunglin, þau veita okkur jarðarbúum af reglufestu, þá birtu sem okkur ber, hvorki meira né minna. Jafndægri á vori minnir okkur líka á að dagsbirtan fer upp frá því að hafa vinninginn og mann náttmyrkrið að gefa en frekar eftir. Ljósbrot heitir fyrirbæri sem birtist okkur einna skýrast í gangi sólarinnar. Ljósgeislar sólarinnar falla gegnum gufuhvolfið og brotna með þeim hætti að okkur sýnist sólin hærra á lofti en hún er í raun. Sagt er að þessi hæðarmunur við sjóndeildarhringinn sé álíka og þvermál sólkringlunar sjálfar. Blessuð sólin, eins og amma mín sagði svo oft, birtist fyrir nokkrum mínútum fyrr upp úr haffletinum að morgni og sígur nokkrum mínútum síðar í sæ að kvöldi fyrir tilstuðlan ljósbrotsins. Verum vakandi og njótum ljósgeislarna sem að sendir eru mér og þér. Verum vakandi fyrir því að benda hvert öðru á það undur sem ljósbrot úr textum Þórbergs Þórðarsonar getur veitt inn í lífið okkar. Lengjum með því daginn okkar. Kærar þakkir fyrir mig. Já. Svo okkur mikið á að vera minnistætt erindið Sofaníasa frá því 2003 og nú leitursögunni. Ég held ég sé oft að byrja að nýta þessu. Þakkaði fyrir. Eitthvað sem að þið viljið segja eða ræða í kringum það sem að hefur komið fram þessu erindi. Nú er líka skráð allt þessar skylduresting hjá nemendum í fjarnámi frá skólanum og þessi nálgun var skemmtileg í nútíman að mér fannst. Og það er nú svo þegar fjallum Þórberg að hann er alltaf að koma hann á óvart og það er eins og sé endalaust hægt að spinna í kringum verk hans. Það er svo mikil heimspeki, mikil speki, lífsspeki sem að byrtist okkur. Oft kannski þurfum við svona skýringa við, en það er svo gaman að skýringarna geta verið svo margþættar. Og það er eins og misjafnt stundum hvað hver og einn les út úr hverju verki. Og þetta er svo með bækur, sko, það verður svolítið til alltaf inn í höfðinu á hverjum og einum og mynda þar einhvern sæti sem að stundum fylgir okkur af lífi. Og af þessu leiknum til held ég að þetta verkefni okkar hérna með framhaldsskólanum eigi sér raunverulega grundvöll og ég vona bara að þetta geti þarna svolítið áfram sem svona fjarnám sem nær til á stærri hóps allt land. En ég held að hafa að spila á. Þetta er flott með þetta fjarnám, sko. Nú er deila þessum íbúi í Árnasíðuna. Geta hann tekið þátt, við erum svo föst yfir alltaf saman stað og lesa svona bókina. Kannski það náttúrulega meira var. Kannski sálurinn verið betri. Það er yngustu aðar, annars í mínum hugum en það er það mér það. Þannig að það er einn bók sem tókum við sérstaklega. Og Það er alltaf eins og hver bók Þórbergs eigi sér í sína veröld, sko. Það er svo erfitt að meta
ljósandi skín heimur sem birtist manni í gegnum verkans. Sálmurinn Blómið er náttúrulega alveg einhverja fyrir sig, sko. Sérstök bók það má hægt sagt bara í heiminum. Að fylgja svona eftir litlu barni inn í groskan og það að verða til, sem sagt, í hugarheimi farsins. Þetta eru líka 4 bækur sem við hefum skoðað, sko. Sálmurinn er nota eins og við hefum orðið. Sálmurinn aðeins fyrstu ári orðið. En þetta getur svo hægt að stá fræjum svona og svo er svo gaman með listina, sko, að upp að fræjum getur sprottið svolítið mismunandi listræn verkefni. Við höfum töluvert náð að stá fræjum í myndlist og ljósmyndir eins og kannski sést aðeins hér og svo er tónlistin. Þið hefur kannski voru með að stá einu fræði þar með að þau tækja sér til og fara að æfa lögin textaflóðberg og svo framvegis. En svona er þetta, hann svo sem líður á daginn og ef hann hafa ekki eitthvað sem við ákvæmum sérstaklega að ræða í framhaldi af dagskránni, þá myndum við kannski bara standa upp og rétta þess úr okkur og eftir svona 5 mínútur leggja á stað í smá leikstörn sinna sýningu. Ég er ekki allir sáttu við að við tökum eitthvað upp sem fari inn í, ég er ekki allir sáttu við það. Ég er komið kvikmyndatökumann í Víking, þannig að búa til þátt eiginlega og þannig að þið vitið bara af honum þarna inni en við þurfum að reyna að miðla út til hinna því að þurfum honum svo mikið verka fyrir okkur fjarnáminu, það eigi allir heima gengt og við vonumst til að fá hina nefnum sér í námskeiðum bara eitthvað í sumar. Já, en þá bara að lokum þá ætlum við að lesa fyrir okkur verðlaunaljóðið sitt sem að hún Ef eitthvað skipt tölvu? Já, sem að hún fékk verðlaun Ljóðstafs Jóns úr Vör fyrir núna daginn og þegar hún að heyra verðlaunaljóðið bara til hamingju með dagina og þakka því kærlega fyrir að þetta alveg að koma þetta til okkar og gjörðu svo vel. Já, þetta ljóð heitir sem sagt framlag mitt í minningarbanka nærri útdauðra hljóða. Skrjúf, klonk, fst, dadonk. Ég framkalla gömul bakgrunnsljóð eftir minni. Lokhljóð úr málmgini. Skrjúf, klonk, stundum fst, dadonk. Eftir magni og undirlagi. Hljóð sem var boðberi frétta, utan úr heimi, úr næsta bæ, næstu götu, frá gömlum frænkum, stofnunum, pennavinum, innan úr draumum, óskum og vonum, lukku, ef þú slítur ekki keðjuna. Frá hendi til handar, húsi til hús, bárust boð. Og heimurinn stækkaði með hverjum skelli úr gómi ginsins. Hægt og bítandi, bréf fyrir bréf. Skrifuð af nattni, skyldu, þakklæti, áminningu, söknuði. Að nóttu, í flýti, með lykkjum, á útlensku, á dulmáli, villi vekk, virðingafyllst, með kærri kveðju. Skrjúf, klonk, fst, dadonk. Hljóð óvissu og eftirvæntingar, eins og biðin eftir pökkum á jólum eða skilaboð á miðsundi. Er þetta til mín? Hver heldur utan gömul hljóð sem eru við það að hverfa? Hvaða stofnun tekur við þeim? Ég skrásett hljóðin, færi upplifun þeirra í orð. Póst nálæg. Fjölrituð blöðin ber ég út, hús eftir hús, götu eftir götu. Í hverfinu bergmálar. Skrjúf, klonk, fst, dadonk. Takk fyrir.